Já, Gísli, Íslendingar þekkja þig kannski best á skjánum. Svo stígur stundum á svið og stýrir veislum og segir brandara. En þú ert líka liðtækur leiðsögumaður. Segðu mig ertu búin að vera lengi í þeim bransa? Þín orða ég sé liðtækur en ég allavega að reyna. Nei, þetta byrjaði einnig fyrra. Ég hef reyndar nokkur ár, þá hefur það verið þannig að, já, svona, alltaf annars lagið, þá ég beðinn að fara með kannski hópa Borgarfjörðinn og það svona, gert það svona, já, farið með svona þetta fara hér og bullaði eitthvað, svona ekkert, farið frjálslega með staðreyndir og allt í lagi með það, en svo já, gerði það einnig fyrra, þá var mér óvænt boðið að prófa að fara sem leiðsögumaður til útlanda fyrir bændaferðið, þá fínu ferðaskrifstofu og ég stökk á það náttúrulega og notaði svona smá hluta mínu sumarfrí í það. Fór 2 ferðir, fór fyrst svona borgarferð til Dublin, Dyflinnar og með 50 manna hóp og það var algjörlega frábært og svo fór ég aftur haustið í fyrra á vesturströnd Írlands. Við vorum meðal annars í bæ sem heitir Tralee, þannig sem sæfarinn Brendan sem kom meðal annars kom með Akranes, hann frá þessum bæ og það kom mann ekkert við. En allavega þá vorum við þar í viku og fórum í 5 gönguferðir. Þarna fjöll og fyrnindi og eftir klettaströndum, algjörlega frábært, það var 30 manna hópur. Og svo núna fór ég aftur í vor til Dublin og að fara núna eftir nokkra daga til Skotlands í skosku Hálöndin í svona sambærilega gönguferð og við fórum í fyrra og sem ég hlakka mikið til vegna þess að skosku Hálöndin eitthvað svona fyrir utan Lundarækjadalinn, eitthvað það bara æðislegasta landsvæði sem til í víðri veröld. Já, bændur hafa verið sátti við þig. Og hvernig ferð þetta? Skotland, það ekki, fer maður í viskítúr eða hvað gerir fólk? Jú, talandi bændur, þá svo sem, jú, það hafa örfáir bændur verið en kannski minnst orðið, þó þetta sé kennt við bændaferðir og stofna náttúrulega bændasamtökunum, þá þetta fólk allstaðar að sem kemur. Þetta náttúrulega, jú, viskí kemur við sögu, vissulega, því að það náttúrulega í Skotlandi þá bara talið bara asnalegt að fara í gönguferð á þess að fá sér viskí allavega eftir að menn eru búnir, sko. Það bara óvirðing að gera það ekki og við munum fara í allavega viskíverksmiðju og svona skoða framleiðsluna og það nóg til, ég var að lesa mig til það eru þessi 20 milljón tunnur af viskí til í Skotlandi akkurat núna. 4 tunnur á mann, hver þeirra 200 lítrar, þannig að það 800 lítrar á íbúa til að viskíbirgðirnar í Skotlandi eins og standa núna, þannig að þeir standa vel að vígi, þannig að við eigum alveg að geta fengið eitthvað ef út í það farið, sko. Já, þið eru bara 20. Við erum 25, þannig að það mun kannski sjá eitthvað aðeins á þessu, en við fyrst og fremst þetta náttúrulega gönguferðir, við erum dveljum á einhverjum 3 stöðum og förum 5 dagleiðir, tökum 5 daga í göngu og þá bara erum við keyrt með okkur út að einhverjum stað og svo löpum við annarkvort frá A til B eða í hring og förum svo bara aftur heim á hótel, síðan förum við, skoðum viskíverksmiðju, við förum að Loch Ness og skoðum Loch Ness skrimslið. Það einmitt að vera að bíða núna eftir niðurstöður úr rannsókn, lífsýni sem búið að vera að taka úr á vatninu, þannig að við reiknum með að það passi að það verði búið að finna það akkurat þegar við mætum á svæðið. Og svo förum við á skoðum Inverness sem borg Hálendana og svona fleiri bæi og en göngunar náttúrulega aðalatriðið. Þetta svona frá 10 upp í 20 km dagleiðir og svona toppurinn að við ætlum að ganga á Ben Nevis sem er hafnarfjall Skota, það hæsta fjall Bretlandseyja og 1400 metrar rétt rúmir. Það svona mest krefjandi gangan í ferðinni. Já, þú segir bændaferðir, sko, þetta ekki lengur það sem það var, maður þarf ekki að framvísa flokkskírteini Framsóknarflokksins til að komast í bændaferði. Þetta eru svona orðnar svolítið flottar bara sem að Reykvíkingurinn jafnvel fer í. Já, ég meina það sko í þessum ferðum sem ég hef farið, þá meirihlutinn kemur úr Reykjavík en bændur og búalið líka sjálfsögðu og alls konar fólk. Þetta svona þroska fólk dálítið en samt alveg á öllum aldri. Og svona fólk sem sækist eftir svona ferðum það sem svona þjónusta, það til öllum ferðum bændaferða boðið upp á íslenska leiðsögn. Við erum náttúrulega með svona það sem það á við, innlenda
leiðsögumenn en íslensk fararstjórn öllum þessum ferðum og þetta gist á góðum hótelum og það allt svona frekar pottþétt. Þannig að það margir sem að sækjast í það ekki síst þessuna. Svo þetta líka gríðarlega fjölbreyttar ferðir, sko. Það verið þessar ferðir sem ég að fara, ég á Bretlandseyjum, en það verið að fara út allan heim og það eru hlaupaferðir, það eru hjólaferðir, það eru gönguferðir og allar mögulega tegundir af ferðum, alls konar svona sér nordaferðir líka og svo framvegis. Já. Og ætlar að halda þessu eitthvað áfram? Eru fleiri ferðir á teikniborðinu? Já, ég svo sem hefur ekkert áformum annað en að halda áfram mínu starfi vonandi eitthvað áfram sem hjá Ríkisútvarpinu en það fínt að geta haft eitthvað að gera í sumarfrínu því að það hundleiðilegt að hanga og gera ekki neitt og og það vísu ef að sumar verða fleiri sumar eins og þetta svona þá nennir maður kannski ekki að vera þælast til útlanda en það samt sko bara frábært að fá tækifæri til að ferðast og geta gert það í vinnunni náttúrulega bara sérstakur bónus þannig að ég alveg örugglega ef það gengur vel þessar ferðir sem að framundan eru þá ég örugglega til í að prófa þetta eitthvað áfram því þetta svakalega gaman. Það bara þannig. Það skemmtilegt. Við óskum þér góðra ferðar. Við biðjum að heilsa Lognaskrifstofunni. Klappa því frá okkur. Gerðu það. Takk.